Góðan daginn. It's always good to be in Iceland Það ávallt gott að vera hér á Íslandi and to be with you here on the Sabbath day. og vera með ykkur hér á hvíldardegi. The sermon is entitled Who Cares? Og titill ræðunnar hverjum ekki sama eða hverjum sama. Shall we bow our heads for prayer? Skulum lúta höfði í bæn. Father in heaven, we pause to thank you for the privilege of worshiping on this Sabbath day. Kæri himneski Faðir, við tökum hér hlé til að þakka fyrir þau forréttindi að koma á til að tilbiðja þig og þínum hvíldardegi. We ask for your Holy Spirit to speak to us. Við biðjum þinn heila anda að tala til okkar, Speak through me, að þú megir tala í gegnum mig and we pray that you will draw us closer to you. og þú megir draga okkur nær þér. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Growing up I was married 6 years ago, Ég giftist fyrir 6 árum síðan and my wife and I have a mixed race marriage. og ég og kona mín erum á mismunandi kynþáttum, þannig að hjónaband okkar er blandað kynþáttum. I come from the United Kingdom and Yeah. she comes from the United States of America. Ég kem frá Bandaríkjunum og hún kemur frá, ég kem frá Bretlandi og hún kemur frá Bandaríkjunum. And though we speak the same language, Og þráttur að við tölum sama tungumál, they sometimes say we speak the same language but we're separated by a common language. en þá segir við kannski að við tölum sama tungumálið en við erum samt aðskilin af sama tungumálinu líka. The way that English people speak is very different to the way that Americans speak. Bretar eða englendingar tala öðruvísi heldur en Bandaríkjumenn. Not just in the choice of words, Ekki bara í orðavali, but in how they use those same words. heldur líka hvernig orðin eru notuð. You can find this photo or diagram online. Og það hægt að sjá þessa mynd á netinu. And it says, what the British say, Og öðrum megin stendur hvað Bretarnir segja what the Americans hear, og hvað Bandaríkjamennir heyra but what the British really mean. og síðan hvað Bretarnir áttu raunverulega við. And it's quite fascinating. Og þetta svolítið áhugavert. For example, let me give you a few. Og við skulum taka dæmi. When the British say, I almost agree, Og þegar Bretarnir segja ég næstum sammála, what they really mean það sem þeir eiga við, það sem þeir að reyna að segja, is I don't agree at all. að þeir séu bara algjörlega ósammála. But the Americans will hear us and say, they almost agree with me. En Bandaríkjamaðurinn hann segir, hann bara alveg næstu því sammála mér, þetta bara frábært. When the British say, I hear what you say, Þegar Bretarnir segja ég heyri hvað þú segir, what they mean is I disagree completely with what you say. að þá það aftur, ég alveg ósammála. Whereas the Americans will hear, he's taking my points on board. En þeir Bandaríkjamennir þeir segja, já, hann heyri því og nú meðtekur hann rök mín. When we say, with due respect, Og þegar við segjum með virðingunni sem á við, we mean we think you're a complete idiot. að þá það kannski þvert á móti að við halda þessu svolítið Whereas vitlaus. other people will think, he's being very respectful. Þar sem kannski Bandaríkjamennir túlka sem If we say something is quite good, og ef við segjum að eitthvað sé nokkuð gott, we actually mean it was quite disappointing. að þá eigum við það að sé kannski hafi valdið vonbrigðum. But if we say it's not bad, En ef við segjum þetta var ekki alls slæmt, we actually mean it was good. að þá eigum við að þetta hafi nú verið nokkuð gott. Figure that one out. Þið verðið að reyna að átta ykkur sjálf á þessu. If we sit there and say, very interesting, Að við sitjum þarna og segjum mjög áhugavert, we kind of think the exact opposite. þá gæti verið að okkur finnist bara akkurat öfugt. Whereas the Americans often think, he thinks I said it was very interesting. En Amerikani myndi segja, heyrðu, en hann sagði þetta væri voðalega áhugavert. You see, British people tend to understate things, Americans tend to overstate things. Það nefnilega þannig að Bretarnir þeir vilja gera lítið úr því sem þeir segja, en Bandaríkjamenn gera mikið úr því sem þeir As segja. we say in England, the Americans kind of like themselves. Og í Englandi sagt að Amerikanir þeir líka vel við hvern annan, eða sjálfan sig. You know, if they can do this much, they can't actually do that much, they can actually do that much. Þannig ef þeir geta gert eitthvað ákveðið magna, þá segja þeir geta gert miklu meir en það.
Now, I know Iceland is in some ways there's a similarity in certain parts. Og ég veit að það eru líkindi á Íslandi líka. If you talk to a British doctor, Ef þú ræðir við breskan prófessor. and let's just say he's a doctor at one of the top physicians at the hospital, Já, læknir sem bara topp læknir í spítalunum. and you talk to him in English, say, what do you do for a job? Og þú spyrir hann hvað vinnur þú við? And they'll be like, oh, you know, I work in the hospital. Það segir hann, ég starfa á spítala. What do you do? Og hvað gerir þú? Oh, you know, a little bit of this and that. Já, svona sitt hvað og þetta. And you have to pull out of him that he's actually a physician or a doctor or the top surgeon there. Og þú þarf kannski bara að draga út úr honum að hann sé læknir eða jafnvel bara yfir skurðlæknirinn. Whereas if you're talking maybe to a physician in the United States of America, in a similar position, En ef þú kannski ræðir við læknir í svipaðri stöðu í Bandaríkjunum, they will make they'll let you know very quickly. að þá myndu komast fljótt raun það hvaða stöðu þeir gegna. That they're very good at what they do. Og að þeir séu mjög færir í sínu starfi. And they have no problem talking about themselves in a very confident way. Og þeir eiga ekkert erfitt með það að ræða sjálfan sig með bara mjög sjálfsöryggir sjálfan sig. Now, in England, En á Englandi, when you apply for a job, þegar þú sækir vinnu, actually no, when you apply for university, þegar við sækjum háskóla, you have to write something that is very uncomfortable for, as me growing up in England was very uncomfortable to do. að þá ertu beðin að skrifa bréf og það fyrir mig sem Breta eða alast upp í Englandi, þá var þetta mjög erfitt. You had to write what's called a personal statement, Þú þurftir að skrifa einhverja svona persónulega yfirlýsingu. where you have to kind of sell yourself to the place you're applying to. Þannig að þú þarft í raun og veru að selja þig og til þessar skóla sem þú ert að sækja I do this, Ég gerir svona, I have done this, ég hef gert svona, I was very good at that, ég er mjög góður í þessu, and I've done this and this and this and this. þetta og þetta og þetta, ég hef gert þetta allt. And I remember when I came to the time in school we had to write one, the whole class was like, well, how do we do this? Og ég man bara þegar við komum að þessum tímapunkti að allir bekknar þeir sögðu bara hvernig gerum við svona Well, lag? can't I just get my teacher to write it for me and you write what you think about me? Getum við ekki bara fengið kennarana til að skrifa okkur? Hann skrifa bara það sem honum finnst. And they said, no, this is your opportunity to write about yourself and you need to write about yourself in the best way. Nei, þetta er þitt tækifæri til að skrifa þig og þú ert að skrifa þig á þann besta hátt sem þú getur gert. And so we had to learn how to write these personal statements. Þannig að við þurftum að læra hvernig maður lýsir sjálfum sér svona. And if you come from a culture where you traditionally don't talk about yourself, Og þú kemur frá þessari menningarheimi þar sem er ekki rætt sjálfan sig eða til að upphefða sjálfan sig, it's awkward to write these things þá verður það rosalega vandræðalegt að fara að skrifa svona. and say how good you are. Og fara að segja hversu góður maður When er. normally you never talk about that. Af því þú myndir aldrei ræða þetta undir einum öðrum kringumstæðum. But we kind of have gotten used to it. If it's something you do here in Iceland, maybe you have been doing it for a while. En maður einhvern veginn venst þessu og ég veit ekki hvort þið gerir þetta hérna á Íslandi. Now as a church, En sem kirkja we have been taught hefur okkur verið kennt that we should be confident about what we believe or who we are. að við ættum að vera sjálfsörugg það hver við erum sem kirkja og hvað við höfum fram að færa. So you could say in a church setting, if we were to verbalize our statement of beliefs, Þannig að við myndum kannski geta sagt að í svona umhverfi kirkjunar og ef við þurftum að koma með þessa yfirlýsingu trúar, we are encouraged by the pastors or the church leaders að þá erum við hvött af prestum og leiðtogum kirkjunar to be clear about what we believe. að vera skýr á því hvað það er sem við trúum. We'd say we're Seventh-day Adventists. Við segjum við erum 7. dags adventistar Well, that means we go to church on what day? og það þýðir að við komum í kirkju á hvaða degi. We go on the Saturday or Sabbath. Við förum á laugardögum, hvíldardögum We believe that Jesus is coming the second time. og við trúum því að Kristur komi aftur. We believe the dead, though we have buried them, they're not in heaven, but they rest in the grave. Við trúum því að þó við höfum grafið þína dauðu þá eru þeir enn í gröfunum. And so as a church,
Og svo þannig sem kirkja, we encourage our members and our children, our young people to know why they are a Seventh-day Adventist. svo að sem kirkja þá hvetjum við unga fólkið og alla til þess að vita hvers vegna þeir eru adventistar. My question is, do you know why you are or what you believe? It's important for us to know why. Og spurningin mín veist þú af hverju þú ert það eða hverju þú trúir? That we can have a foundation for the faith that we believe. Að það mikilvægt að við séum með grunn fyrir þá trú sem við höfum. That there's a reason, there's a why as to why we do all the things we do in life. Að það til rök, það til ástæður fyrir því af hverju við gerum hlutina svona og svona í lífið okkar. You could say this is our personal faith statement. Það væri hægt að segja að þetta væri trúarjátning okkar persónulega trúarjátning. And that's why, we encourage, read the Bible and study it and know why we believe what we believe. Og þess vegna hvetjum við hvort annað til þess að lesa í ritningunum og vita hvað það sem virkilega trúum. And that is good. Og það gott. And that is the first thing that is important for us to do. Og það kannski eitt af fyrsta sem mikilvægt fyrir okkur að gera. That we have a sense of confidence in who we are. Að við höfum þetta sjálfstraust í því hver við erum. That we're strong in what we say about ourselves. Að við séum sterk í það hver við segjum okkur sjálfs. At least in England, I'm not sure here in Iceland. Að minnsta kosti á Englandi, ég veit ekki hvernig það hér á Íslandi. I know in America they've started doing this kind of new interview technique. Og í Bandaríkjunum það allavega að byrja að nota þessa nýja viðtalstækni. Actually, recently I put my CV or my resume in for a job. Og nú nýlega þá bara sótti ég starf og sendi þá inn ferilskrá. And this was interesting because I had to put my name, address, Og ég þurfti að setja eins og þið þekkið nafnið og heimilisfang og allt þetta. Education, Menntun, þetta. And then I had to put something there at the bottom, and they wanted to know what my Facebook, Instagram, all my social media pages I had to write down. Og alveg neðst þá þurfti ég að skrifa alla samfélagsmiðlana mína, Facebook, Instagram, allt saman. Now why are they asking for my social media pages? En af hverju þau að biðja mig samfélagsmiðlana mína? It was interesting. Það var áhugavert. Young people, be careful what you put on social media. Ungt fólk, passi ykkur hvað þið setið á samfélagsmiðla. There's stuff that people put on 10 years ago that comes back to bite them now. Stundum hefur fólk sett eitthvað fyrir 10 árum síðan og það kemur aftur í bakið á þeim núna. But a question they've started asking now, at least I know in the UK. Og spurningin sem þeir eru byrjað að spyrja í Bretlandi þessi. And it's kind of a question to maybe cause the interviewer to think a bit. Og þetta var kannski ætlað til þess að fá mann til að hugsa. And the question is, what do Og spurningin hvað gera your friends say about you? Hvað segja vinir þínir þig? You see, it's one thing for you to talk about yourself in such confident and glowing way. Og það eitt að vera sjálfsöruggur í að tala sjálfan sig. But let me ask you, what are your friends, those that you hang around with, what's their opinion of you? En hvað það sem að vinir þínir segja þig? Þeir sem að hanga í kringum þig, hvað segja þeir? That's why a lot of times today people, when you're applying for a job, they want your social media pages. Og það geti kannski verið ástæðan fyrir því að þeir vilja fá sjá samfélagsmiðla fólks. Because they want to know not just who you say you are in the interview, but they want to see who you are outside of a work environment. Því þið vilja ekki bara sjá og heyra hvað þú ert samkvæmt þessu viðtali, heldur líka hvernig þú ert og hvernig þú hagar í þínu samfélagi. I mean, for myself in a more pastoral role, in particular, it's not just, what you look like in church, but let's see what you do in your normal life. Og fyrir mig sem presta þá líka að spá í hvað gerir þú í þínu daglega lífi. But what do your friends say about you? En hvað segja vinir þínir þig? What's their view of you? Hver þeirra skoðun þig? What do they say about you? Hvað segja þeir þig? You see, I can say, well, I'm a Seventh-day Adventist. Ég get sagt, ég er 7. adventisti. I'm a pastor. Ég er prestur. But then what about En hvað a friend of mine? Vin minn? What about a neighbor? Hvað nágranna minn? What about someone else that I know outside of church? Hvað með einhvern sem ég þekki sem utan kirkjunar? What's their view of me?
hvaða skoðun hafa þeir á mér? In some ways, that holds more weight than what I actually say about myself. Og að vissuleiti þá hefur það meiri mikilvægi eða kannski nær því að vera nálægt sannleikanum það hver ég I live, as I said, back in England, and we have a neighbor there who works in a school with an Adventist person. Og ég á nágranna í Englandi sem vinnur í skóla sem það Adventist also working there. Já, það annar Adventist sem vinnur þar. And so this Adventist person lives in our village. Þannig að þessi Adventisti sem vinnur í skólum, hann býr í þorpinu okkar. But he works with our next door neighbor. Og hann vinnur með nágranna okkar. So they start talking. Og þeir byrja að tala saman. And if they're talking somewhere in the conversation, we came up. I don't know how. Og einhvers staðar í þessum samræðum þá komum við upp. So the Adventist is talking about me and then mentions that I guess we live on the same street. Og Adventistin hann að nefna mig og segir, já, ég held að ég búið á sömu götunni. And then they put two and two together and realize that the person he works with is our neighbor. Og allt í einu átti hann að segja á því að þetta nágranni hans, Adams. And she said, oh, Adam. Og hún segir, já, þú meinar Adam. And then the next thing that she said was, Og það næsta sem hún segir, oh, Adam. ó, Adam, He's always gone. hann aldrei þarna. At least it wasn't bad. Það var allan ekki slæmt. I mean, we are gone a lot with our job traveling around in England. Því að það alveg sagt, við ferðumst mikið í starf okkar í Englandi. Or other places, but her first words, our neighbor, this was about 4 years ago, her first words were, oh, Adam, he's never here. En þú veist, já, við ferðumst mikið, en þetta voru fyrstu orðin hennar. And that probably makes us a good neighbor. Hann ferðast rosalega mikið og kannski gerir það okkur góðum nágranna. But like we kind of thought, well, that's not a good thing to be known as the person who's just not there. En það kannski ekki endilega góð ímynd að vera manneskjan sem ekki til staðar. Like, how can we be known by something better? Hvernig getur við verið þekkt fyrir eitthvað betra? Þetta var fyrir 4 mánuðum síðan. So that year, my wife, she decided to, it was very nice actually, she decided to do something that's completely not English at all. Og það ákvað kona mín að gera eitthvað sem algjörlega óenskt. And you know, in England, you don't really just not go to someone's house and knock on the door and say, hi, can I talk to you? Og það var nú svolítið sagt af henni, en í Englandi þá ferði ekkert bara bankar upp og segir hæ, sko. So she went home and she baked a whole tray of cookies. Svo hún fór heim og bakaði bara alveg stútfulla körfu af smákökum. She wouldn't let me eat any. Og ég fekk ekki neina. And then she wrapped them up in these nice bags and tied knots and da-da-da-da. Setta þau í svona fína poka og batta fyrir þá. And then that year at Christmas time, Og þetta ár, we jóli, went round to like all, I guess, 10 of our neighbors in our little kind of end of the street. og þá fórum við til næstu 10 nágranna okkar, svona í okkar hluta götunar. And it gave us a good chance to knock on the door, introduce ourselves, meet them, etc., etc., etc. Og þetta var gott tækifæri, við bönkuðum og kynntum okkur og þetta var bara indælt. Right, let's be known by something more than just the neighbors that aren't there. Þannig að þá vorum við ekki lengur bara nágrannir sem voru ekki þar. Turn in your Bibles to Daniel chapter 6. Skulum flétta í Daniel kapla 6. In Daniel chapter 6 is the story of Daniel in the lion's den. Og þar finnum við sögun Daniel í ljónagryfjunni. And Daniel in the lion's den, when you look at that story, that chapter, when you realize from the beginning of the chapter to the events of the lion's den, I suspect there was only about a 1, 2, or 3 month period where it took place for Daniel to be thrown into the lion's den. Og við þurfum að hafa það í huga þegar við lesum þessa sögu að það var líklegast bara 2-3 mánuður á milli þess atburðanna sem áttu sér stað þarna. Now that's not in the Bible, it's a guess. Þetta stendur kannski ekki berum orðum í ritningunni, þetta ágiskun. And it's a guess based on this theory. Og ágiskunin út frá þessari kenningu When you have a change of government að þegar það skipt stjórnvöld from Babylon to Medo-Persia, frá Babylon til Media-Persu and then the Medo-Persian government og síðan þessi nýja ríkisstjórn decides to employ the previous prime minister from the Babylonian government og hann ákveður að ráða forsætisráðara frá fyrri stjórn frá hinu ríkinu as their prime minister. til að hafa hann líka sem How forsætisráðara. long does it take for the jealousy to build up? Hversu lengi mun það taka fyrir þá að verða afbrýðissama? Not long. Tekur ekki langan tíma. In fact, the jealousy is inbuilt. Nei, þetta bara innbyggð afbrýðissemi. So when you come to power and find out that your boss, apart from the king,
is the boss of the previous government. Þannig þegar þú kemst að því að nýji yfirmaðurinn, hann fyrir utan bara kónginn, að það var hann yfirmaðurinn sem var hjá gamla ríkinu, sem It varst að taka doesn't yfir. take long for jealousy to build. Þannig að það ekki lengi að byggjast upp þessi afbrýðissemi. And the story, if you know it well, is a story when they say you can't worship anyone except the king for 30 days. Og þið þekki söguna, það var, það áttu ekki að tilbeða neitt annan en konunginn í 30 daga. So after the decree passes, Daniel prays once, then he prays twice, then he prays 3 times. Og eftir að þetta fer í gegn, og þá biður Daniels einu sinni, svo biður hann tvisvar, svo biður hann þrisvar. Hann heldur áfram að biðja. In verse 12, the Bible says they come and tell the king, hey king, this Daniel guy, the one you put over us, he doesn't worship you. Og þá komu þeir til konungsins í versi 12 og sögðu, herri þessi Daniel, hann ekkert að tilbiðja þig. And then they say, listen king, you can't change the law of the Medes and the Persians doesn't change, verse 15. Og þú, í 15. versi þá bendur hann, já en þú veist konungur, lög Meda og Persa, þau breytast ekki. And then verse 16, this is the verse 16, if you have it there on your Bibles, verse 16. Og í 16. versi í biblíunni, It says, then the king commanded that they brought Daniel, þá komu þeir með Daniel, they threw him into the den of lions, vers 16, 16. Daniel 6. It's the verse is a little bit different order, Okay. yeah, So but it's 17. they brought Daniel and they threw him into the den of lions. Þeir komu með hann og þeir köstu hann í ljónagrifina And then it says the king came and told Daniel this. og þá kom konungurinn og tók til máls og sagði við Daniel. He says these words, he says, your God, Hann segir þessi orð, Guð whom þinn you serve sem þú dýrkar continually, án afláts he will deliver you. frelsi þig. So Daniel can say all day long, I'm Daniel, I'm a servant, I'm a prophet of God. Þannig að Daniel geti sagt allan daginn, alla daga, ég smámaður Guðs. But here you have a pagan king who's only known Daniel for maybe 2, 3, 4, 5, 6 months. He's only known Daniel for a short time. En hér ertu með heiðin konung sem hefur aðeins þekkt Daniel í kannski 2 til 6 mánuði. And he says, you serve God continually. Þú þjónar drottni án afláts. When people have met us for maybe 2 or 3 or 4 months, are they able to say, you serve God continually? Þegar fólk hefur þekkt okkur í 2, 3, 4, 5, 6 mánuði, geta þau sagt að þú þjónir Guði án afláts. To me, this verse here is one of the strongest testimonies of Daniel's life in the book of Daniel. Fyrir mér þetta vers hinn sterkasti vitnisburður líf Daniels og styrk lífs hans. When I was born, Þegar ég fæddist, my mother was a vegetarian and my father was a vegetarian. þá var móðir mín grænmetisæta og pappi minn líka. So I was raised as a vegetarian, Svo ég var alinn upp sem grænmetisæta. drinking vegetarian milk, Drakk grænmetismjólk, vegetarian food, grænmetismat and to this day I have always eaten vegetarian food. og hingað til og til þessa dags þá hef ég alltaf borðað grænmetismat. My wife was born vegetarian, Kona mín, hún fæddist sem grænmetisæta, drinking vegetarian milk, drakk grænmetismjólk whose mother drank vegetarian milk, og móðir hennar drakk grænmetismjólk and now she's feeding our son vegetarian milk, og svo gefur hún syni okkar grænmetismjólk, so he's a very vegetarian baby. svo hann alveg grænmetisbarn. Now my point is this, I would say I'm a vegetarian. Punkturinn þessi, ég myndi segja að ég sé grænmetisæta. I've never eaten meat. Ég hef aldrei borðað kjöt. People are like, oh, never, no. Fólk bara, aldrei? Ég segi, nei, aldrei. So when I meet people Svo þegar ég hitti fólk and they say, I'm vegetarian, og það segir ég grænmetisæta. but En Christmas en jólin. or my birthday, Eða þú veist þegar ég á afmæli. or then I have some chicken or some lamb or some fish. Það kannski, þú veist, þá fæ ég mér svona smá lamb eða kjúkling svona af og til. Now only once a year, Nei, bara svona einu svona ári. in my mind, Í mínum huga, who's always been vegetarian, sem hef alltaf verið grænmetisæta, who drank vegetarian milk, sem drakk grænmetismjólk, whose mother was vegetarian. sem mamma hans var grænmetisæta. I'm like, how can you be vegetarian Hvernig getur þú verið grænmetisæta, and twice a year? en samt 2 ári? Don't get it. Ég bara skildi ekki. So in my mind, I'll be like, I don't care what you say about you. Þannig að í mínum huga þá mér alveg saman hvað þú segir, hvernig þú lýsir þér, en þú ert ekki grænmetisæta. At the same time, I would not
not say I'm vegan. En á sama tíma þá myndi ég ekki segja að ég væri vegan. I would say this, I would say, now I know that in this room there are some 100% vegans here. Og ég veit að í þessum sal þá eru hérna algjörlega 100% vegan fólk. That's good, it's healthy. Amen. Það bara gott og það heilsusamlegt og I would probably say that I'm 90% vegan. Ég myndi líklega að segja að ég sé svona 90% vegan. But as soon as I said right now I'm 90% vegan, En leiðu ég sagði þetta að ég væri 90% vegan, all of the real vegans here, allir henni raunverulegu vegan fólk hér, in their mind were like, you're not vegan. þá kom það upp í huga þeirra, nei, þú ert ekkert vegan. You can't be a 90% vegan. Það er ekki til sem er You're 90% either a vegan. vegan or not a vegan. Þú ert bara vegan eða ekki vegan. When we filmed the lineage videos, Þegar við vorum að taka upp Lineage myndböndin, we were sometimes in the middle of nowhere. þá vorum við stundum bara í buska, And einhvers staðar út í the buska. cameraman, Clive, Og myndatökumæðurinn Clive, he would say, I'm a vegan. hann sagði ég er vegan. And we're in the middle of Wales or Scotland or Wardensian Valleys or somewhere. Og við vorum þarna kannski í Wales eða í Skotlandi eða í hérna Valdensa And at the end svæðinu. of a whole long filming day, Og í lok dagsins, eftir langan dag af tökum, I would always know that I have to find some vegan food. að þá bara yrði ég að finna einhvern vegan mat. I couldn't be like, Clive, I know we haven't eaten for 12 hours. Ég get ekki sagt við Clive, ég bara veit að við erum ekki búin að borða í 12 tíma. And I know that this is the only one pizza shop in town, in this village. Og ég veit að þetta er eina búðin í þorpinu. Clive, do you mind? Getum við farið þangað? I wouldn't even have that conversation with Clive. It was a waste of my breath. Það var algjörlega sóun á mínum tíma. Because I know that Clive's response would just be, it's okay, Því ég veit að Clive myndi segja að það er allt í lagi. I'll wait. Ég skal bara bíða. So anyone who's worked with Clive would say that Clive is a proper, bona fide, card-carrying vegan. Þannig að hver sá sem hefur unnið með Clive myndi segja að hann væri sko bara með skirtinu upp á það að hann væri alveg 100% vegan. Like, he will say it about himself, Hann mun segja sjálfan sig, but we will all say it about him too. en allir í kringum hann myndu líka segja það. You say, I'm a Christian. Svo segir ég Kristinn, But what about those around you? Do they say that about you too? en hvað með þessi sem er í kringum þau? Segja þeir það líka? You say, I believe this and I stand for this. Þú segir ég trúa þessu og ég stend með þessu. But what about all those around you? Do they say that about you as well? En hvað með alla sem er í kringum þau? Segja þeir það líka? You know, when you look at the sign of the church, Við lítum hér á skilti vegna kirkjunar. you know, we always, we pay for the sign. Við borgum fyrir þetta skilti, So we decide what goes on the sign, þannig að við ákveðum hvað stendur á skiltinu. naturally. Það bara segir sér sjálf. But if we were to go and knock on the buildings around here, or we ask people in this area, what do you think we are? En ef við færum og myndum ganga í hús og spyrja fólk, hvað haldið þið að við séum? Who do you say that we are? Hver segir þið að við séum? If the community Ef samfélagið was to label us, ætti að setja merki á okkur, what would appear on the church sign? hvað myndi þá standa á kirkjuskiltinu? If your friends had to write in an application form for you, Ef að vinir þínir þyrfti að fylla út umsóknar eðurblað fyrir þig and it came time to the place where you write your religious affiliation, og það kæmi að því að skrá trúar játningu þínu, what would they write? hvað myndu þau skrifa? In Matthew chapter 16, Í Mattheus 16, we had the scripture reading in verse 13, við lásum vers 13 áðan, where it says, Jesus came to the source of Caesarea Philippi and asked his disciples a question, who do men say that I am? en þar stendur, Jesús kom í byggðir Sesariu Filippi, spurði hann lærisveina sína, hvert segja menn mannsson vera? Verse 14, Vers 14, some say you're John the Baptist, and some say you're Elijah, and some say you're Jeremiah. sumir Jóhannes skýrari, aðrir Elía, en aðrir Jeremía eða einn af spámanunum. Jesus, okay. Og Jesús segir allt í lagi, And he looks back at them, og hann leit aftur á þá, and he says, but who do you say that I am? og hann horfir á það og segir, hvert segir þig mig vera? Now that question is loaded. Og þessi spurning, hún er hlaðin. In chapter 16, you ask yourselves the question, Og í kapla 16, þá spurjum við okkur þessa spurningu. what have the disciples seen Jesus do so far? Hvað er það sem að lærisveinarnir hafa séð Jesús gera hingað til? In the previous chapter, he feeds 4,000.
Í kaflanum á undan þá fæddi hann 4.000 In manns. the chapter before that, he feeds 5,000. Í kaflanum á undan því þá fæddi hann 5.000 manns. He heals the woman who touches the hem of his garment. Hann læknaði konuna sem snerti fald klæða hans. He heals the woman with the issue of blood. Hann læknaði konuna sem var með blóðlát. In chapter 8, the centurion's son, he says, your son is healed. Og í kafla 8 þá læknar hann son hundrashöfðinginn með orðum í fjarlægð. So it's almost like Jesus is saying to his disciples, Þannig að það alveg eins og að Jesús segir við lærisveina sína, based on everything you have seen in the last 15 chapters, obviously it wasn't a chapter, based on everything you have seen in my life, þannig að það eins og hann segir við þá, byggt á öllu því sem þið hefði séð í gegnum líf mitt, who do you say that I am? hvert segið þig mig vera? You've lived with me, you've slept in the same room as me, you've eaten with me. Who do you say that I am? Þið hafið lifað með mér, þið hafið borðað með mér, þið hafið sofið í sama rúmi og ég, hvert segið þið mig vera? And verse 16, the Bible says, Simon Peter answered and said, Og í versi 16 segir Símon Pétur svaraði, you are the Christ, þú ert Kristur, the Son of the living God. sonur hins lifandi Guðs. You see, there are other verses in the Bible where Jesus says, I'm the Messiah or I am the Christ. Það eru önnur vers í Biblíunni þar sem að Jesús er lýst sem Messias eða Kristur. But here, he is testified by others who say, you are the Christ. En hér er það annar sem færi þennan vitnisburð, þú ert Kristur. The testimony of the others holds great weight. Og vitnisburður annara, hann ber mikla þyngd, hann ber mikið vægi. This building here is in New York City. Þessi bygging er í New York. Anyone know the name of it? Þekkir einhver nafnið á henni? Famous music building. Þetta er mjög fræg tónlistabygging. The Carnegie Hall. Hall. The best musicians in the world play there. Hinir færustu tónlistamenn heimsins spila þarna, eða syngja. Now, you don't get to play in the Carnegie Hall En þú færð ekki að spila í Carnegie Hall because you think you are good. af því að þú heldur að, ef það er bara þú sem heldur að þú sért góður. You get to play in the Carnegie Hall Þú færð bara að spila í Carnegie Hall because others think you're good. því einhverjum öðrum eða hinum finnst þú vera góður. Doesn't matter what you think about yourself, you're not going to get to that stage unless the other people say, yeah, he can play. Það skiptir engu máli hvað þú álit þú hefur á sjálfum þér, það skiptir máli hvað allir hinir í kring segja að sé. We, as the committee, will say that this one is good enough to play there. Við sem nefnd segjum að þessi sé nógu góður til að spila þarna. There's a book that I've read recently, or a couple of years ago. Það er bók sem ég las fyrir nokkrum árum síðan It's a book called The Insanity of God. og bókin hefur þennan titil Geð heilbrigði Guðs, Sanity. Það er alltaf lagi þýðing. It's kind of like how crazy God is. Eða hversu galinn eða má segja. Geðveiki Guðs, já. Maybe not the best title, but we'll move on. Titillinn kannski ekki heppilegur, en við höldum áfram. The book is a story of a missionary who went to Africa. Bókin er trúboða sem fer til Afríku. That's the first half of the book. Það er fyrri hluti bókarinnar. And it tells his story of being a missionary in Botswana, Somalia. Og hann er þarna trúboði í Botswana og Somalia. Somalíu. And that was when the country was basically disintegrating. There was no government, there was no civil structure. Það var engin svona ríkisstjórn og slíkt, það var bara allt í sundur upplaust. He converted no one. Og hann náði ekki til neins. The second half of the book Seinni hluti bókarinnar is the story of a new ministry he decided to start. er saga nýtt starf sem hann ákvaða að hefja. He traveled the world and went to countries where Christians were persecuted. Hann ferðaðist heiminn til landa þar sem að kristið fólk er ofsótt. He interviewed them and then he wrote their stories down. Hann tók viðtal og skrifaði niður sögu þeirra. And there's some fascinating stories that he writes down from Russia, Romania, China. Og hann ritaði niður bara mjög áhugaverðar sögur fólk frá Rússlandi, Rúmeníu og fleiri He was in a stöðum. church in China where you couldn't hold church office in the church unless you'd been to prison. Og hann var þarna í kirkju í Kína og þú gast í raun og veru ekki verið í einhverju embætti án þess að hafa verið farin í fangilsi áður. Because that was how they knew if you were a real church member.
Því að það var skilgreiningin á því hvort þú vissi að þú væri raunverulegur kirkjumeðlimur, að þú hafði farið í fangelsi. And he raised some interesting questions in the book. Og hann vekur upp ákveðnar spurningar, áhugaverðar spurningar í bókinni. He said, why do we as Christians in the West pray for the freedom of the Christians in the East? Af hverju biðjum við vestrænir, þeir sem trúa á Guði á vestrænum ríkjum, af hverju biðjum við frelsi fyrir þá sem eru í Austurlöndum? So the Christians in these countries never pray for freedom. Því að fólkið í austri, kristinir í austri, þeir eru ekki að biðja frelsi. They're not praying for the communist government to change. Þeir eru ekki að biðja fyrir því að kommunista ríkisstjórninni sé vikið velli. He says, so why are we praying for their government to change when they're not praying for their government to change? Af hverju biðjum við að þeirra ríkisstjórnin sé kollvart en þeir eru ekki að biðja það? He said they pray for obedience and faithfulness. Þeir biðja fyrir hlýðni og trúmennsku. And then he raises the point. Og þá faithfulness and obedience is not based on the government you serve under, it's based on your commitment to God. Og þá kemur hann með þennan punkt að trúmennska og hlýðni ekki byggð á þeirri ríkisstjórn sem ræður í þínu landi, heldur á sambandi þínu við Guð. And then he went one step further and he said, why would we pray for them to have freedom so they can be lukewarm like us? Og þá fer hann einu sinni eitt skrifið viðbót og segir, af hverju ættu við að biðja frelsi þeirra svo þeir geti verið hálfvolgir eins og við hinn. Anyway, there's a story he wrote from he's not even a pastor, a man called Dimitri. Og gildir einu og saman en hann skrifaði sögu mann sem heitir Dimitri. And he was there in his home and he found a Bible. He had a Bible. Hann var á heimili sínu og hann var með Biblíu. And he read Bible stories to his child. Og hann las biblíusögur fyrir börnin sín. The men in the village and the women in the village heard he was reading the Bible to his children, so they came to hear him read the Bible. Og fólkið í þorpinu hans, það heyrði að hann var að lesa biblíuna fyrir börnin sín og það kom til hans til að hlusta. He's not a pastor. Hann ekki prestur. And they start to gather. Og fólkið byrjar að koma saman. I don't know exactly when. I mean, every Friday night they start to gather. Og ég held að það hafi verið á hverju föstudagskvöldi sem þau komið saman. Until there was 150 people in his house hearing him read the Bible. Þangað til að það voru 150 manns komin saman á heimili hans til að hlusta á ritninguna. The communist authorities said, you need to stop. Og kommunísk stjórnvöld sögðu, þú verður bara að hætta þessu. He kept reading his Bible. Hann hélt áfram að lesa He ritninguna. kept reading it to the men in the village, women in the village. Og hann las til fólksins í þorpinu. Until there came a point where one night they came. En það var eitt kvöld sem þau komu. They took him away. Og stjórnvöldin tók hann í burtu. 1,000 miles away. 1000 mílur í burtu. To a prison where there was 1,500 prisoners. Þar sem að hann var komin í fangilsi ásamt öðrum 1500 fangum. And to his knowledge, he was the only Christian in that prison. Og svo eins mikið hann vissi að það var hann eini kristni einstaklingin í þessu fangilsi. And he decided when he went to prison 1,000 miles from home. Og hann ákvað það þegar hann fór í fangilsi 1000 mílum frá heimili sínu. With no hope of ever getting released. It was a life sentence. Með lífstíðardóm í farteskinu. He said, there's two things I'll do. Hann vissi að hann kæmi ekki heim, hann sagði, ég ætla að gera tvennt. Every morning when he would wake up. Á hverju morgni þegar ég fer á fætur. He would go to the door or the gate of his cell. Þá myndi hann fara að hliði eða hurð herbyggisins eða He would fangarklefarsins. raise his hands up. Hann myndi lyfta upp höndum. And he would sing the same song every morning. Hann myndi syngja sama sálminn hvern einasta morgun. As the day began and the sun rose. Þegar dagurinn byrjaði og sólin reis. And every morning as he would stand there and raise his hands and sing the song. Og hverju morgni þegar hann stóð þarna og rétt upp hendur og söng. The other prisoners would get their metal cups and they'd bang them on their doors. Það myndu hinir fangarnir taka málmbollana þeirra og slá þeim í málstenguna. Some of them would try and throw leftover food at his cell. Köstuðu matarleifum í hann. Other ones would take their buckets because there wasn't, plumbing in the prison. Aðrir myndu taka fötuna þeirra því það voru engar pípulagningar þar. And they would try and throw the contents of the bucket overnight at him. Og þeir myndu reyna að kasta því sem var í fötunni eftir nóttina í áttina á honum. But every morning he would stand there and sing. En hvert morgun stóð hann þar The og other thing söng. he would do, if he ever found a piece of paper, Og hitt var það sem hann gerði ef hann fann einhvern tímann and it blað. normally was just a piece of paper like so big. Og þá kannski fann hann bara svona lítið blað. He would take the piece of paper to his room if he found a little piece of lead or pencil, and he would write on the paper Bible text and songs. Og sem sagt hann fann einhvern svona lítið miða, þá myndi hann taka það inn í klefan sinn og byrja að skrifa á það biblíu texta. And then in the corner of his cell he had a damp pipe, and he would stick the piece of paper on the pipe. Og í horninu á klefanum hans, það var
pípa sem var rök og hann myndi setja pappirinn á þar. They would come by the prison guards, they would see the white, they would go in the prison cell, take the paper down, they would beat him with their truncheons. Og þá komu fangaverðinir og þeir sáu pappirinn og þeir tóku pappirinn niður og þeir börðu hann fyrir það. But in spite of getting beaten, he would stick that on his prison cell every single time he found a piece of paper. He says, as an offering to God. En hann ákvað samt að halda áfram að gera þetta og gerði þetta í hvert einst skipt sem hann fann pappir. Þá stakk hann því þetta á og hann sagði að þetta væri hans fórn He til was in Guðs. prison for not 1 year, not 2, like I said, lifetime. And after being in prison for 17 years, Og hann var í fangilsi ekki bara 1-2 ár, heldur lífstíð og þegar hann var búinn að vera þar í 17 ár. he found a big piece of paper in the yard one day. Það fann hann svolítið stórt blað í So garðinum. big, never seen it before, this big. Hann hefði aldrei séð svona stórt blað á þessum And he tíma. says miraculously, he believes next to it was a tiny pencil. Og hann heldur að það hefði verið bara fyrir kraftaverk, að það var við hliðin á honum var líka lítill blýantur. So he took it back to the room and he wrote down all the Bible texts he knows by memory. Og hann fór með það inn í herbyggju og skrifaði á það alla biblíutextan sem hann He þekkti wrote úr his minni. favorite hymns and songs down. Og hann skrifaði sína uppáhaldssálma And then he og söngla stuck it on the pipe. og hann setti það á pípuna. Now you can imagine a big piece of paper like that in a Russian prison, it stood out. Og þið getið ímyndað ykkur að svona stórt blað á í þessum fangaklefa það stóð út. As the prison guards came by, they saw the piece of paper, they came in his cell, they pulled out their truncheons, they started beating him. Og þegar fangaverðinir sáu þetta þá komu þeir inn í klefa hans og þeir tóku út kylfunar og byrjuðu að berja hann. So when are you going to learn? Hvenær ætlar að fara að læra? And then they said, this time, Í þetta skipti, we are going to kill you in the yard. þá ætlum við bara að fara með þig út í garðinn og taka þig af lífi. So they drag him out the cell and he's beaten. Og þeir taka hann þarna þegar maður eru nýbúin að berja hann. And they drag him down kind of the corridor. Þeir draga hann eftir ganginum. And then he says something amazing took place. Og þá segir hann eitthvað ótrúlegt aftur sér stað. With no warning. Án fyrirvara. 1,500 prisoners. Það voru 1500 fangar Who were not Christian. sem voru ekki kristnir. Hardened prisoners. Já, bara harðir glæpamenn. They all came to the door of their cell. Þeir komu allir að enda klefa síns. They all rose their hands like he did every morning. Rétt upp hendur sína eins og hann gerði á hverju morgni. And then they sang his song that he'd sang for 17 years. Og þá sungu þeir sálm hans sem hann hefði sungið í 17 ár. I mean, they knew the words, they heard it every day. Þeir þekktu að sjálfsögðu orðin þegar þeir heyrta á hverjum einasta degi. And he says, like a heavenly choir, 1,500 hardened criminals sang his song. Og eins og himneskur kór þá sungu þessir 1500 glæpamenn sem sátu þarna í fangilsi. It probably didn't sound too heavenly. Það hljómaði kannski ekki svo himneskt. But you can imagine, he's there, and the prison guards, they drop him. Og fangaverðinir, þeir bara slepp honum. And they look at him and they say, who are you? Og þeir líta til hans og segja, hver ert þú eiginlega? And he said, my name is Dimitri, and I'm a son of the living God. Ég heiti Dimitri og ég sonur hins lifanda Guðs. They never killed him that day. Þeir tók hann ekki að lífi þennan dag. You see, when those prisoners stood and they sang his song, Því að þegar fangarnir stóðu og sungu lag hans, even though they never Salmen. said it, jafnvel þóttir hafa aldrei sagt það, they were saying as well, Dimitri, he is a Christian. þá voru þeir að segja með þessum gjörðum að þau voru að segja, Dimitri, hann er kristinn. Now, Dimitri had been saying, I'm a Christian for 17 years. Dimitri hafi sagt að hann væri kristinn í 17 ár. But now at this point in his life, 1,500 other people, though they never verbalized those words, they said, hey, that man, he's a Christian. En á þessum tímapunkti í lífi hans, þá sögðu 1500 aðrir án þess að segja það með berum orðum að hann væri kristinn. He was released a few days later. Hún var sleppt nokkrum dögum setna. They were worried about the impact he would have on the other prisoners. Þeir höfðu áhyggjur af því hvað áhrif hann hefði á hina fangana. Turn to Matthew 27, Skulum our fara last text. Við skulum fara í Mattheus 27, síðasta texta okkar. Jesus is on the cross. Kristur, eða Jesús er á krossinum. But notice probably the last words that someone else says about him. En takið eftir síðustu orðunum sem eru sagðum hann. The Bible says there in verse 50 Og í versi 50 segir, that he cried with a loud voice. en Jesús sópaði aftur, hárri röddu. The Bible says in the next verse that the veil is torn in two. Og í næsta versinu stendur að fortjald munslursins hafi rifnað. The Bible says in verse 54, let's read there. Og í versi 54, And when the centurion, þegar hundraðshöfðinginn, the Roman centurion, rómverski hundraðshöfðinginn, who was a pagan, sem var heiðinn maður, who has watched Jesus die,
sem horfði upp á Krist deyja, when the centurion who's nailed him to the cross, hundraðshöfðinginn sem hefði séð það að láta negla hann upp á krossinn, it says when the centurion þegar hundraðshöfðinginn saw the earthquake sá landskjálftan and the things that were done, og atburði þessa, they feared greatly and said, hræddust þeir mjög og sögðu, truly this man was the Son of God. sannarlega var þessi maður sonur Guðs. In Matthew 16, Jesus' disciples say, you're the Son of God. Í Mattheus 16 sögðu lærisveinar Krists, þú ert sonur Guðs. In Matthew 27, at the end of his life, Í lok lífs hans í a Mattheus Roman 27 pagan centurion says, you're the Son of God. segir rómverskur hundraðshöfðingi, heiðinn hundraðshöfðingi, þú ert sonur On Guðs. 2 occasions, those that were his friends and those his enemies both said the same thing about Jesus. Þetta tveim mismöndi kringustöðum sögðu vinir hans og óvinir sama hlutin Jesús. And the question I simply will close with is, what do your friends, or what do even your enemies, or what do others say about you? Og spurningin sem ég vil skilja eftir með þér í dag er hvað segja vinir þínir, hvað segja óvinir þínir eða aðrir í lífi þínu þig. I pray they may testify that we serve Jesus. Ég bið þess að þau megi vitna það að við þjónum Jesú. I pray they may testify, Ég bið að þau megi vitna and what others say about us will be the same as what we would want to say to God about ourselves. að það sem aðrir hafa okkur að segja sé það sama og við viljum segja að Guð heyrum okkur. Amen. Amen.